Komið sæl góðir hálsar, ég ætla að taka smá innlegg hérna rof eða interrupts og áður en við vindum okkur beint í það að þá skulum við aðeins rifja upp að örtölvur eru í rauninni bara röð aðgerða og þær eru alltaf háðar tíma en í sumum tilvikum þurfa að geta brugðist í rauninni hratt við ýmsum atburðum. Við tökum aðeins svona grófa skilgreiningu að ef þið náið þessu konsepti hér að þá mun það koma ykkur langt en rof er bara ákveðið ferli þegar eitthvað tæki eða hugbúnaður, við getum verið með hardware eða software interrupt, að þegar það óskar eftir tafarlausri athygli frá gjörfunum og það sem á að gerast þá að örtölvan á að hætta því sem hún er að vinna í, hún er kannski að keyra bara sína röð aðgerða og sinna þessu interrupti strax. Og hvað er það sem gerist þegar að interrupt á sér stað? Að það er í rauninni bara alveg undir hönnunum eða forritaranum að gera. Við getum, við skrifum bara einhvern kóða og einhver aðgerð sem á að gerast í rauninni þegar interrupt á sér stað. Og við getum tekið, svo sem eitthvað einfalt, þetta ætlaði að við gera svona, að ef við tökum, og er spurning hvort ég ná að kunna tegna laptop, svona eitthvað, takkarnir hérna og svo er einhver skjár hérna og við viljum stinga þessari laptop hérna í samband í vegginn, kannski svolítið hátt á veggnum. Þannig að það skiptir ekki öllu máli. Svona, ok. Segjum sem svo að við séum með, við erum að vinna í þessari tölvu hér og við erum með tölvuna í sambandi og skiptir ekki máli hvort að batterið sé fullhlaðið eða ekki en hún er í sambandi eða er batteri í henni og svo kemur einhver spaði hérna og labbar og kippir í rauninni sjá, það er alltaf stórt og kippir henni hérna úr sambandi og á þeim tíma sem hann kippir tölvunni úr sambandi úr veggnum að þá er hún kannski í miðri vinnslu í einhverju þannig að það sem við viljum þetta gerast er það að tölvan að hún skiptir strax yfir á batteríi þannig að það drepist nú ekki á vélinni og það er til dæmis implementað með interrupti að það er kannski einhver RC-rás eða eitthvað sem skynjar það að hún hefur verið tekin úr sambandi eða mist afl og skiptir þar að leiðandi strax á batteríi. Þetta viljum við að við gerum strax, við viljum ekki bíða eftir hún reyna að klára eitthvað af því að hún mun bara deyja. Við viljum að hún skiptir strax yfir á batteríið og svo aðgerð þarf tafarlausa athygli strax og það er það sem við getum implementað með interrupt. Skiptir ekki máli hvað tölvan er að gera, við viljum að hún hætti sem hún er að gera og skipti yfir á batteríið og hún þarf að auðvitað implementa það einhvern veginn. Við getum tekið eitthvað annað dæmi, sjá, og við getum bara, segjum bara að við séum með, segjum bara við einhvern róbot og þetta er einhver róbot sem við erum að smíða og framan á þessum róbot hérna er lítill skynjari, bara einhver infrared skynjari og hann lætur okkur vita í rauninni hvenær við keyrum á vegg eða eitthvað álíka. Svona, hann er að keyra hérna og hérna og þegar hann kemur kannski innan við, hvað var að segja, þegar hann kemur við innan 10 cm að þá verður þessi infrared skynjari hérna að hann verður sama sem 1 eða high eða eitthvað álíka. Við þurfum ekki að fara út í detail út í því en skoðum og á meðan hann er ekki 1 að þá viljum við að hann keyri bara herbyggið og haldi áfram á rúndæðum. Þannig að við skulum risa þetta upp hvernig við myndum gera þetta í kóða. Við myndum örugglega fá einhverjar eitthvað að byrjun að setja upp og svo framvegis og svo myndum við fá hérna niðri einhverja lúppu eða eitthvað að á meðan
á meðan IR er ekki high eða eitthvað, að þá viljum við bara motor sama sem run. Og þetta gæti alveg virkað. Við gætum verið endalaust að kalla á skynjarann, hörðu, ertu high. En þá erum við í rauninni bara eyða öllum tímanum í því að hringsóla í þessu. Við erum endalaust að spyrja hann. Það er miklu betur lausn að tengja rauninni skynjarann sem interrupt. Þannig að ef þessi róbot væri að gera eitthvað annað, þá geti hann bara keyrt sinn kóða, og ef að þessi hérna myndi verða high, að þá fáum við bara interrupt hingað inn og segjum bara hey, þú ert bara að stoppa og núna er ég orðinn high, þannig að þú verður að hætta að keyra eða snúa við eða gera einhver aðgerð sem við viljum að láta hann gera. Þannig að hérna erum við í rauninni að eyða bara öllum tímanum í að kalla á skynjarann, ertu high, hvað er í gangi, á meðan við getum bara látið hann vinna svolítið sjálfstætt í rauninni og segja bara að við viljum bara að hann trufli kóðan ef að hann er high, eða ef við erum að fara að klessa á vegginn. Þannig að þetta er annað dæmi þetta er þetta mjög gróft dæmi en ég vonandi náið hugmyndinni. Við skulum annum þetta gróft interrupt-ferli til að átta okkur aðeins betur á því. Við erum með einhverja örtölvu sem er að keyra sinn kóða sem er í rauninni bara röð aðgerða. Svo erum við með eitthvað tæki eða eitthvað ferli tengt við internetpinna á örtölvun okkar, og þegar tækið eða ferlið þarf athygli þá sendir það merki til örtölvunar. Örtölvan viðurkennir svo internetbeiðnina og stöðvar í rauninni vinnsluna sem hún er að gera, í kóðan sem hún er að keyra. Örtölvan vistar svo hvar hún er í kóðanum og keyrir interruptið eða aðgerðina sem við kóðum. Hún sækir svo fyrir staðsetningu sína fyrir interruptið og heldur áfram hefðbundinni vinnslu.